Ég vil nú kalla þetta frekar nálgun heldur en formlegt fræðilegt erindi. Það er ekki hægt að nálgast svo stóran veruleika sem þessi þáttur tilbeiðsluhefðar Austurkirkjunnar í stuttu erindi, sérstaklega fyrir einhvern sem tilheyrir annarri kirkjudeild og hefur takmarkaða reynslu af þeirra trúarlifun miðað við þá sjálfa, en ég hef engu að síður eitt töluverðum tíma og heilmikilli fyrirhöfn í að kynnast því öllu. Og ég kannski byrja á því að segja ykkur svolítið af því. Ræturnar eru kannski einfallega bara í fermingarverslun sem að ég man allt til þessa og er 8. versið í 5. kafla Mattheusarguðspjalls. Sælir eru hjartahreinir, því þeir munu Guð sjá. Þetta fermingarvers breyttist mér fljótlega í bæn og einhvern veginn þá lét það ekki mig í friði að knýja á og leita dýpri merkingar þar á. Og þráðinn rauða fann ég einmitt í Guðraknishefð Austurkirkjunnar, þar sem ég leyfi mér að segja að stórum hluta hverfist öll þeirra hugsun einmitt þetta. Við heyrum venjulega að tala rétttrúnaðarkirkjuna, en það mætti rétt eins segja að orðið merkti hjá þeim kirkja hinnar réttu tilbeiðslu. Og leiðtogar þeirra kirkju hafa í gegnum aldirnar oft svarað eitthvað í þeim út með spurninum sérleika þeirra kirkjudeildar. Jú, við erum kirkjan sem heiðrar altari sakramentið framar öllu öðru og náðar með öll sakrament sérstaklega. En nú skulum við nálgast þetta þema. Jesú bænin, bæn hjartans, hún á sér stað innan lifandi heildar og lifandi hefðar og þeir myndu sjálfur segja að það væri engin trú raunverulega kristin trú án bænarinnar. Og við þekkjum sannarlega þá hugsun hjá okkar sálmaskáldum og við vitum það að ef bænir andarkraftur trúarinnar, þá vitum við hvernig fer fyrir trúnni ef bænin hljóðnar og slokknar. Það fer eins og fyrir öllu lífi, því líkur. Snemma í sögu kristninnar að þá myndast heilmikil hugmyndafræði þessa bænarhefð og þó að menn sé ekki beinlínis að tala mikið Jesú bænina fyrir á 7. öld, að þá öll hugmyndafræði komin til staðar löngu fyrr. Og einn af þessum stöðum klaustur heilaga Katarínu á Sínaí-skaganum, sem eftir hefðum kirkjunnar við fjallið sem Móse á að hafa fengið vitrunina miklu. En hverju sem líður þær staðsetningar, að þá þetta merkilegt klaustur og þar eru sumir þræðir okkar dýpstu og elstu hefða. En eins og þið vitið að þá var kristnin ofsótt fyrstu 3 aldirnar og ólögleg í hinu rómverska ríki, en strax í byrjun þeirra 4. reyndar ætli það sé ekki einmitt 1700 árum þessar mundir, að þegar Konstantín keisari tók völdin, að þá lögleiddi hann kristni. Það var ekki lengur glæpur og menn gátu iðkað hana frjálsir og óhindraðir og komið úr öllum sínum fylgsnum og haldið opinberar samkomur sem þurfti ekki að fara leynt. Og þá gerðist það að allt í einu þá var tími píslavottana að mestu búinn, liðinn, honum var lokið og þá kom upp sú hugsun að vera annars konar vitni
ekki vitni písla, heldur einfaldlega að ganga Guði á hönd með mjög afgerandi hætti, og það var að snúa baki við heiminn og hefja líf englanna nú þegar í þessu lífi. Líf englanna þýddi líf stöðugrar bænar og tilbeðslu. Og menn fóru út í eyðimörkina til að lifa lífi englanna og hafna veröldinni, og þá meinum við ekki sköpuninni, heldur bara veraldarhyggjunni og hvers konar neikvæðum hliðum hins mannlega lífs, og glíma þar með Guðs hjálp, glímunni góðu, og reyna að bæla lesti og upphefja dygðir. Þá spretta fram hefðir íhugunar og iðkunar í tilbeiðslu og trúarhugsun, þannig að við getum talað að þarna hefur trúarhetjurnar tekið sér saman, og fólk kom síðan í pílagrímsferðir til klaustranna til að eflast í trú og kom endurnært og endurnýjað aftur heim til sinna heimkynna, og þannig hefur það verið allar götur síðan. Og þessar hefðir sem þarna urðu til breyttust út og litu það klausturlífið allt, sérstaklega austanvert Miðjarðarhaf. Aðrar hefðir verða til í Vestur-Evrópu. Það í raun og veru bara ein klausturregla í Austurkirkjunni en margar í hinni rómversku. Ég hafi hugsað mér að leyfa ykkur að sjá myndir af nokkrum klaustrum til gamans. Ég hef ekki komið til þessa klausturs, Heilagra Katarínu. Það eru mjög mörg klaustur á Kýpur, og þeir tala stundum það sjálfir að það sé eyja hinna heilugu, og ekkert land eigi marga sem í dýrlingatölu hafa verið teknir. Þetta klaustur heitir Stavrovóni, och hún kom við, hún Helena, móðir Konstantínusar, eftir sína þrægðarför til Jerúsalem, þar sem hún lagði grunn að endurreisn mikilli og byggingu kirkna, og sagan segir að hún hafi þar fundið krossinn hinn upprunalega, og menn trúðu því í gegnum allar aldir, og í klaustri hins heilaga kross, Stavrovóni, að þar á að vera partur af þeim merka krossi. Ég nefni þetta bara því að gífurleg og öflug hreyfing berst alla hinn rómverska heim í kjölfar þess frelsis sem Konstantínus veitti kristni. Ég hef nú tilhneigingu til að fylgja flestum klassískum fræðimönnum í þeirri niðurstöðu að 4. öldin hafi verið öld blómgunar og sköpunar og samræmingar, en ekki öld afsláttar og málamiðlunar við hið veraldlega vald, eins og sumir hafa vilja gefa í skinn, og ég held að flestir séu nú búin að margir séu búin að yfirgefa þær kenningar allar, og glíman var hörð og mikil, en biskupunum sem leiddu það allt tókst að finna samræmi í kenningum, og við búum við það allt til þessa dags á þessari 4. öld. Höfuðmessujátning kirkjunnar er Níkeujátningin, sem við ætlum að rækja miklu meira en við gerum. Hún er miklu gagnsærri hvað merkingu varðar, þó að postulega játningi sé einfaldari, að vil ég meina að það sé erfiðara að fá til dæmis fermingarpönn til að fá merkingu út úr postulegu játningunni heldur en þeirri sem kenndi við Níkeu. Erum við komin til klaustursins á Aþórsskaganum, heilags Símons Péturs, og þetta er á klettatoppum þarna og bratt niður í sjávarmálið, töluvert púl að ganga þarna upp eftir.
frá þessum báturinn lendir. Þeir eru með gestaherbergi alveg þarna efst, þar sem svalirnar eru hér uppi. Þar dvaldi ég fyrir bráðum 30 árum í minni bílagnisför þarna og ógleymanlegt. Og menn halda kannski að þetta sé eitthvað skrýtnir fuglar, en svo kemur í ljós að þetta eru menn með háskólagráður, fræðmenntaðir, þetta eru góð bókasafn og þeir vinna við sín fræðistörf og yrkja jörðina. Þegar ég kom þarna, að þá hafði verið nánast 40 stiga hiti og ég hélt að ég væri að fá sólsting því ég loksins kom upp hlíðina, rennsveittur því mér var sagt að þeir lokuðu hlíðinu klukkan 1 og ég vildi ekki þurfa að ganga það sem eftir var dagsins í þessum hita til næsta klausturs. Og hérna, ég var leiddur í gegnum hvelfingar í gegnum alla þessa byggingu upp í gestaherbergið og sagt að sitja og bíða þangað til ég hætti að svitna. Svo kom munkurinn með bakka og ég sá ekki betur en þetta væri grískt kaffi og vatn og svona einhver grísk sætindi. Og ég svona reyndi að líða og beið eins lengi ég gat, svo gat ég ekki einhver þreif glasið og skellti því í mig, en tók andköf því að þetta var ekki vatn. Þetta var grískt úsú sem þeir framleiða sjálfir og hérna, það hefði verið 60% af þetta sem þeir voru að láta mig fá. En mér leið strax betur hérna og það er eflaust hugsað hjá þeim sem læknismiðar fyrir óvana í miklum hita. En hérna, svo fekk ég mig kaffi og allt var gott. Fór til fleiri klaustra. Þetta er klaustur Panteleimonos, Móni Panteleimonos. Rússar reistu það. Sennilega hefur hinn frægi Rasputín dvalið þarna líka. Og að það sé nú ekki til að auka hróður þessa klausturs. Og rithöfundinn Nikos Kazantzakis, hann dvaldi þarna einnig. En fékk þó í ónáð kirkju sinna fyrir róttæk skrif, eins og frægt orðið. Síðasta freisting Krists. Þetta er klaustur Kutlumusíu, rétt hjá þorpinu miðbygg Skagans. Athos-skaginn heitir eftir tindi sem er þar syðst og fjallið er Athos og hérna rétt að segja ykkur örlítið meira en það Skaga. Míta, þar dvaldi ég sömuleiðis og yndislegt klaustur. Í Verón er eitt af þeirra frægustu klausturum, þar hef ég komið á dvalið fyrir ekki mjög löngu. Þarna var mín fyrsta lending í klausturinu Philotheo. Philotheo þýðir bara sá sem elskar Guð og er það ekki rétt munað hjá mér að Lúkas skrifar rit sín til Philotheusar og þess sem elskar Guð og menn hafa velt í fyrir sig hvort það hefur verið ákveðin persóna eða bara hversán einlægu leitandi sem á í hjarta sínu ást til Guðs. En þessi klaustur eru byggð eins og virki og þeim er lokað flestum með þungum járndyrum því að á öldum áður að þá urðu þeir oft fyrir árásum sjóræningja. Og þarna er klausturkirkjan inn í miðju virkinu eins og oftast er. Þar upplifði ég mína fyrstu orthodox messu á degi ummyndunar Krists eftir þeirra kalender. Athos-skaginn var stofnaður að tilhlutan keisarans í Konstantínópel á 10. öld og til að vera frátekinn fyrir guðrækni og þar er í dag 20 klaustur enn og mörg svona minni einsettumanns skýli eða skýli sem eru tengd klaustrunum þar sem færri búa og sennilega er eitthvað á 30.000 manns þar. Þetta er í raun og veru það eina sem í dag mér vitanlega lifir af austrómverska keisaradæminu því að Ottómanarnir þeir leyfðu þessu ríki í ríkinu að lifa meðan þeir réðu Grikklandi og þeir flagga ennþá
sínum fána, svartur tvíhöfða örn á gulum grunni og er í raun og veru strátt tekið ríki í ríkinu undir vernd gríska ríkisins. Þetta sem sagt við norðanvert, Eyjahaf, norður Grikklandi. Þetta heitir Móni Grigoriou og þar eignaðist ég alveg ágætis kunningja sem jafnaldra sem var frá Perú, vel menntaður guðfræðingur og áttum góðar samræður og mitt fyrsta Jesú bænaband. Það var ekki óskup einfalt en það var gaman að eiga við hans spjall þar. Þetta klaustrið Jóhannesar Guðspjallamanns á Patmos og þar dvaldi ég fyrir að verða 10 árum. Þeir voru svo elskulegir að taka á móti mér og ég skil ekkert af hverju því ég komst að því ég var kominn þarna þeim tækjum yfirleitt ekki við gestum. En þetta var í janúar en það er mikið trafík hjá þeim á sumrin. Þetta lítur að sjálfsögðu eins og kastali, út eins og kastali og klaustrið og klausturkirkjan eru inn í þessu öllu saman og merkilegt að fá að vera með þeim þar. Klaustur Jóhannesar Guðspjallamanns á eyjunni Patmos, það ég minni á að samkvæmt opinberunarbók Jóhannesar þá fékk Guðspjallamaðurinn sínar vitranir og sýnir þar. Mína kenningu það allt og hún er nokkurn veginn í þá veru að þegar uppreisnin var komin í Jerúsalem og landinu helga þá voru Rómverjar snjallir herstjórnarmenn og þeir hafa látið setja í jafn alla leiðtoga gyðinga í gyðingasamfélögunum í rómverska keisaradæminu og þeir gerðu engan greinamun á samfélagi kristinna og samfélagi gyðinga þannig að þarna var einfallega aldraði leiðtogi og vissara og eldur ófriðarins breytist ekki út, setja hann í jafn og koma honum fyrir í varðandi. Og það er hellir í hlýðinni þarna fyrir neðan, þar sem helgisagn segir að hann hafi dvalið og fengið sína vitranir. Reyndar á helgimyndunum þar sýndur ungur maður að skrifa niður eftir honum og það finnst mér mjög eðlilegt því að hann hefur náttúrulega verið aðeins komið til ára sinna og þurfti að nota gleraugu ef þau hefðu verið til. En þau voru bara ekki til svo að þá þurftu eldra fólk skrifara. Og þegar hann síðan fréttir af ósköpunum að musterið sjálft, tákn gamla sáttmálans og er brotið niður, þá hriktir í hans andans stoðum. Hann er eflaust þar, minni tilgátu, að setja saman sína framsetningu fagnaðar erindisins í Jóhannesar Guðspjalli. Hann er með brotinn fyrir framan sig. Hann er eflaust búinn að lesa Fílon og er að velta fyrir sér hvernig Fílon er að reyna að segja gyðingdóminn á hellenísku og brýtur huganum það hvernig hann muni geta gert það. Og hann er með þessi brot í höndunum og þessar hugsanir allar þegar fréttirnar berast svo frá Jerúsalem og auðvitað eru það lærisveina hópurinn hans sem gengur svo frá öllu saman síðar einn textuböld. Ég leyfi mér að svona trúa hefði. Þannig erum við komin allar yfir til Finnlands. Það má rétt minna á að fljótlega eftir kristnitökuna í Kenjugarði þá var komin hópur kristniboðs allarleið norður í Hómga, Novgorod og þeir héldu úti kristniboði það mjög fljótlega, bara fyrir 1000 árum og eitt af frægustu klausturum Austurkirkjunnar var í Valamó í Ladogavatni, austur af þessum stað. Þeir flúðu svo og komu fyrir litlu klaustri undan kommunismannum sem þeir kallaði í Finnlandi Nýja Valamó. Það er mikið náttúrufegurð og þar dvaldi ég í tvígang, yndislegt að vera og þar rétt hjá hinum megin við vatnið sem þar er Lindhúlan-Lúastæl sem er kvennaklaustri. Það var líka sömuleiðis gott að koma til þeirra. Þetta klaustur er nú eiginlega
klaustrið mitt. Ég náði ekki, fann ekki mynd af klausturkirkjunni, en þetta er hús ábótans. Hér eru hans herbergir. Og hérna hef ég oftast fengið að sofa. En við hliðina hef ég sett mynd af stofnandanum, Archimandrita Sofróni, rússneskur listamaður sem að fljótlega eftir byltingu komst til Parísar og var fyrir trúarlegu afturhvarfi og fór til Athos og var þar í 20-30 ár og kom svo heim til að koma á prent, kom svo aftur tilbaka til að koma á prent, merkum textum Jesúbænina. Og það var frá heilugum Silvan komið sem var hans andlegi lærifæri. En við snúum okkur að efni kvöldsins í hérna. Hvað er þá, hvað snýst Jesúbænin og hvað er þá bæn hjartans öðru fremur? Ég bendi á textan í annarri Mósebók, þar sem að þar sem að Móse er kominn, þar sem hann er að gæta sauða í Mídíanslandi og verði fyrir þeirri miklu reynslu að sjá runnan sem að lýsti af, logaði en brann þó ekki og hann heyrði rödd sem sagði, röddin sagði, komd ekki nær, drag skó þína af fótum þér, í staðurinn sem þú stendur á er heilug jörð. Og hugsunin hefur nálgumst Jesúbænina og bara bæn yfirleitt ætti að vera merkt þeim skilningi að við séum að koma fram fyrir algóðan Guð og túlkunarherðin sem ég hef lesið hún lítur á skó sem gjarnan gerða úr dauðu efni, dýraskinni og við eigum að taka þetta dauða dót af fótum okkar og hvað gerist þá ef við erum berfætt og förum út að sumri til þá finnum við grasið undir fótunum eða sandinn, við skinnjum allt með byrni og næmari hætti í gegnum fæturna en ef við værum með hérna eitthvað á fótunum og mér kemur í hug orður guðspjöllunum ef fæturnir eru hreinir þá er maðurinn allur hreinn. En það hefur gjarnan verið í túlkunarhefðinni lesið inn í þetta, í þessu samhengi, að við skildum vera algáð og vakandi. Hérna, og það er rópað oft í messunni hjá þeim í rétttrúnaðarkirkjunni, vakið það, gætið að ykkur. Viska, gætið að ykkur. Og rétt eins og við myndum vera af og til, takið eftir, verið vakandi. Og það er einmitt þessi hugsun sem það er að baki. Að ég nota oft á líkingu að mér finnst munurinn að nota íslensku og sumannu tungumál eins og að vera með hanska, og það er kannski að því að íslenskan er bara mitt tungumál. En ég höndla veruleika miklu betur með mínu eigin máli, kannski það vegna þess að við erum í svo miklu tengslu við rætur orðanna. En síður það sem er verið að ræða ensku, að mér finnst þá að ég vera að koma með hanska. En hugsunin er þarna að við erum kölluð til þess að vera vakandi og þetta er ekki óskipt í heldur þeirri hugsun sem við kynnumst í frásögunni af týnda syninum að þegar hann sneri við af rangri braut þá var það vegna þess að hann kom til sjálfs sín. Hann vaknaði og þá nær hann áttum og hann snýr við
heim til föðurins. Og það er akkúrat þessi hugsun í nálgun bænarinnar að við ætlum að vera frammi fyrir Guð með afgerandi hættu. Og við lærum það síðan á vegferð trúarinnar að Guð er allstaðar nálægur. Og hann er sannarlega, veit alla hluti. Hann veit að þegar einn lítill spörfull fellur dauður til jarðar. Hann veit að öllu bæði stóru sem smáu og það sem við þurfum fyrir náð bænarinnar að læra, náð Guðs, er að lifa lífinu og eignast meðvitund það að vera sjálf frammi fyrir Guði, þannig að við verðum smátt og smátt í sambandi við hann og meðvitund hann, rétt eins og hann er sannarlega í sambandi við okkur og algerlega meðvitaður okkur. Þannig að við erum sem sagt að læra það að vera frammi fyrir Guði. Og við dettur í hug að því að bænin, hjartabænin, hún er líka talað um hana sem hérna hljóðubæn. Ég get bara illustrera þetta með svolítilli líkingu af manni nokkrum sem að dvaldi svo lengi í kirkjunni. Það var kirkja sem var opin. Og hann fékk spurningu, já, þú ferð á degi hverjum til kirkjunar og ert það lengi. Af hverju er það? Þú hlýtur að þurfa að biðja Guðum svo mikið. Og þessi aldraði maður segði, nei, ég er nú eiginlega ekki að biðja Guðum neitt. Og hann var beðinn, og hvað er þú þá að gera í kirkjunni? Jú, ég sit og horfi á Guð og Guð horfir á mig. Og einhver tíma fannst mér þetta góð saga. Hún hjálpar mér allavega til að nálgast það sem málið snýst og hvað málið snýst, að skilja það á handla. En að hugsunin er þessi, að lifa lífinu frammi fyrir Guði og að öll okkar vera sé frammi fyrir Guð. Og þá er kannski réttar að fara að tala um merkingu þess hvað hjartað er í þessum skilningi og þessu samhengi. Hjarta, eins og við skiljum það bara lífeðlisfræðilegum og raunvísindalegum skilningi nútíðarinnar, þá er þetta bara pumpa blóðsins og það er merki það að við erum á lífi, að það slær, og þegar það hættir að slá þá merkir það að við erum ekki lengur lífs. En í upphaflegu samhengi textanna og þeirra trúarsamfélagsins skóp textanna, reikningarinnar, að það var hjartað miklu meira, eða annað meira. Það var í raun og veru andleg miðja manneskju. Og það sá staður þar sem líkami, sál og andi mætast. Og vissulega höfðu þeir þá hugsun hafandi skoðað hjörtu annarra dýra að í því væri rými, pláss fyrir þeim. Það væri rými innan þess. Og bæn hjartans er því að læra það að vera allur frammi fyrir Guði, eins og manneskjan eins og hún leggur sér, líkami, sál og andi. Og frammi fyrir Guði er þeim hætti að við séum eins og ílát sem er opið fyrir Guði. Þannig við ætlum að gefa Guði pláss í tilveru okkar, huga, anda og hjarta. Og það má kannski leika sér af þeirri hugsun að þegar maðurinn hefur höndlað það að vera með þeim hætti frammi fyrir Guði og bjóða Guð sannarlega velkomin í líf sitt, í hjarta sitt, að þá sér maðurinn
búin að finna gralið. Og svo hugsun til að eina leiðin til að finna gralið, eða gralið, kaleikin mikla, að verða hann sjálf. Ílátt fyrir Guðs blessun og náð. Og það getum við alveg séð samhangandi við texta eins og lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Við sungum þetta gætla sem lofgjörðarversi lengi í fjölskyldu Guðsþjónustu. Lofa drottinn sála mín, lofa drottinn sála mín og allt, já allt sem í mér hans heilaga nafn. Það hugsunin á bakvið þetta, að við náum að vera þannig frammi fyrir Guði, að við skynjum mikilvæga hans og elsku og gleðjumst yfir því hver hann og hvað hann vill vera okkur og fyrir það lofum við Guð og allt sem í okkur og bjóðum hann velkomin. Nú, annað sem má hjálpa okkur til að skilja eðli og tilurð Jesúbænarinnar textar eins og orð blinda peningamannsins sem sagt frá í Markúsi og þar það sonur Davíðs miskunn af mér. Þeir hasta á hann og hann rópar því meira. Og Jesús segir þeim að kalla á hann. Minnir að samstofna textar tali að það segi í Lúkasi Jesús Guðs sonur miskunn af mér. Munið það? Ég held það sér einn. Jesús Guðs sonur miskunn af mér. Það ennþá nær Jesúbæn. Nú, Lúkas, þar í Lúkasarguðspjalli, 18. kapítula, þar þessi orð, Guð verður með syndugum líksamur og mörgum hugnast þetta orðalag vel á íslensku, að það sé nær íslenski tungu heldur en að segja eins og englendingar have mercy upon me, a sinner. Miskunn af mér syndarann. Það hljómar betur á íslenskunni verður með syndugum líksamur. En áður búin að nefna sælir hjartarhinir þegar þeir munu Guð sjá. Það ekkert sem hreinsar hjörtu mannanna nema Guðs andi og við verðum móttækileg fyrir þeirri hreinsun þegar við eignumst þrá eftir þeirri hreinsun, þegar við snúum við á rangri braut, þegar við iðrumst þessum röndum og sannarlega viljum höndla það sem Guð vill og getur gefið. En iðrunarlaus getum við litlu tekið við. Þannig það og hangi saman. Einn af lykiltextunum í þessu samhengi í 1. Þessalóníkubréfi 5:17, bara einföld orð, biðjið án afláts. Og ég ætla að samhengi hérna, en þetta lykiltexti fyrir hugsunna alla Jesúbænin. Og en það að þeir sem iðka hana þrá það að uppfylla þessa hvatningu Páls postula til Þessalóníkumenna að við biðjum án afláts, að við séum að lifa lífi englanna sem sé stöðug tilbeiðsla og við séum stöðugt frammi fyrir Guði hvað sem við annað erum að gera dagstaglega og í lífinu. Og Jesúbænin var nefnda, hún á að vera okkur hjálp í þeirri viðleitni að biðja
án afláts. Hér íkona af Sílóan, þeim sem ég nefndi áður, gerður einmitt af Sófróní, stofnanda klaustursins í Englandi. Hefðin talar að þegar iðkun Jesúbænarinnar verður meira en almenn, þegar menn ætla að stíga innar og beita sig meiri ögun og jafnvel takast á við ýmsar aðferðir sem við megum alls ekki hugsa eða líta á með einhverjum magískum skilningi, því að það fjarri Jesúbænarhefðinni. Þetta engin magía, þetta engin galdur, þetta ekki einhvers konar möntruiðkun, þar sem að við með einhverjum magískum hætti erum að höndla með krafta af okkar eigin mætti með einhverju tækni. Það er algjörlega fjarri kristinni hefð, slík hugsun. Það miklu frekar að við lítum á það að leitandinn, pílagrímurinn, er eins og garðyrkjumaður. Hann sópar musterið til að greiða drottni dýrðarinnar veginn í sitt líf. Hann er eins og maður sem að stingur út beðinn, plægir akurinn, sáir og setur niður og svo sér náttúran sína. Með sama hætti þá sér Guð sína og gefur bæði fræin og vöxtin og blessunina. Þegar menn ætla að stíga ákveðnari skref í viðleitninni, þá er mjög hætt við að menn án leiðsagnar reyndra og vitura eldri bræðra og systra fari í ógöngur sem þeir ekki kannski komast út úr. Svo það er mikið í Austurkirkjuhefðinni allri að það þurfi andlega leiðbeiningu. Og þeir eru kallaði meðal Grikkjana Gírón og það er bara öldungur og Starrets heitir það meðal Rússanna. Og þeir sem eru gengnir inn í þessa viðleitni sem er alls ekki neinn verkaréttlæting, það er ekkert fjarri þeim sem eru á þessum vegum en það að láta sér detta í hug að menn geti verið í einhvers konar viðskiptasambandi í Guð. Og þeir eru gjarnan kallaðir hinir hljóð. Og það er vegna þess að Jesúbænariðkunin, þó að hún sé að fara með eitthvað stöðulega, að þá er hún í raun og veru til þess að búa til andlega kyrrð í hjartanu, í víðustu merkingu þess orðs, búa til frið og kyrrði. Það sem að einstaklingurinn er orðinn opinn hugur og opinn hjarta fyrir Guð og þar með fyrir náunga sín, því það hangi samt að sá sem að lítur til Guðs, hann sér manneskjurnar upp á nýtt sem Guðs elsku börn og það heilagasta sem hann getur bætt hér í heimi, því að manneskjan er heilug af því að Guð elskar hann. Það er hérna smá tíma, það getur rétt. Nota svona smá illustreringu, þetta er vitund mannsins og það eru alls konar kraftar í gangi og athygli er dreifð. Stundum nær maður einhverjum fókus en það er svo margt ómstýrt að gerast að við erum út allt. En fyrir iðkun Jesúbænarinnar að þá og smátt kemst fókus á hlutina og vitundin vex og meðvitundin hæð og dýpt verður svo mikil að jafnvel þó að sé eitthvað í gangi í hinum ytra heimi, í hversdagslífinu, þá upplifist það bara eins og gárur á yfirborði hafdjúpanna sem ekkert trufla og engu harma. En það verður allt í fókus kraftanna. Fyrir það
að maður á einhvern tón sem að hljómar stöðulega í hjarta, sálu og huga. Og einnig þessi fókus býr til það í veru manneskjuna að það alltaf opnar hugans og gáttir frammi fyrir Guði. Manneskjan óslitið frammi fyrir Guði sín. Mikið fræði urðu til alla þessa viðleitni í gegnum aldirnar. Á 17. öld voru miklir andans jörvar sem tóku það saman allt í ritsafn sem heitir Philokalia. Og Philokalian núna næstum, það er búið að þýða hana á ensku og 4 af 5 bindum eru komin út á enskri tungu. Og Philokalia myndi þýðast ást á andlegri fegurð. Philo einfaldlega að elska eða vera vinur. Og kalia, kala, það er bara hið góða, en hið góða í samhenginu að vera fagurt leið. Þeir segja gjarnan Grikkirnir þegar páskar nálgast, þá er það kveðja dagsins Kala Paska. Guð gefi þér góða og bjarta og fagra páska. Philokalia, ást á andlegri fegurð. Jesú bænin, hún til með ýmsum blæbrigðum og iðkunin, þó að margir séu leiðbeinendur, að þá verður hún á endanum alltaf þín persónlega Jesú bæn. Þar sem að þú velur þér þinn skilning í þinni nálgun í ljósi margra leiðbeinenda sem að á sér samhljóm við þína trúarlegu viðleitni sem náttúrulega Guðs andi að starfi í þér. Drottinn Jesús Kristur, Guðs sonur, vertu mér syndugum líksamur. Þetta er nú svo bæn sem að mér hugnast best og Drottinn Jesús Kristur, Guðs sonur, miskunna þú oss mér einkar kær sömuleiðis. Ég veit að það í klaustrinu þar sem ég hef oftast dvalið í Englandi, þar er það á enskri tungu þetta síðara form þess notað: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon us. En þeir gjarnan, þar heyri ég hana beðna á finnsku, frönsku, grísku, rússnesku og svo framvegis. En það er svona fjölþjóðlegt samfélag. Þessi bænarhefð verður þekkt á Vesturlöndum á síðustu öld fyrir tilkomu bókar sem heitir Vegur pílagrímsins. Og það er skilvirðilegum hlutum. Og ég var fyrir því í spjalli við Kanadamann sem að sagði mér út á Athos að hann var að koma hann í annað sinn, svo ég nefni bara dæmi, að hann ákvað það í Grikklandi í einni sinni ferða að fara út til Athos með litlum fyrirvara og það vissi enginn af því. Og það sem hann er komin út á skagana þá er honum sagt frá að það sé merkur andlegu leiðbeinandi einsetumaður í tiltekið klaustur. Og hann leitar hann uppi en honum er sagt: ekki banka á dyrnar, hann vill það ekki. Farðu bara og vertu þarna fyrir utan, þá þið sæti einhvers staðar og býttu bara þá hvernig hann kemur. Og svo gerist allt eins og fyrir var lagt, nema maðurinn, munkurinn kemur út, ávarpar hann með nafni og spyr hann hægi ástina hans, sem að hann var útilokað að hann gæti með nokkurum hætti hafa vitað eitt eða neitt. Og þessi maður veitt honum leiðbeiningar það andlega líf. En sögur af þessu tægi mikið hjá þeim og sögur af upplifun af ljósi. Fyrsta orðið í raun og veru játning. Það segir á einum stað í heilugri ritningu: enginn getur sagt Drottinn Jesús Kristur nema af heilugum anda. Að Jesús Kristus er Drottinn nema af heilugum anda. Það er fyrsta orðið. Drottinn
á hebresku Adonai, grísku Kyrios, latínu Dominus. Þetta er rauður þráður í tilbeiðslu kirkjunnar. Við segjum Herra, og ef við segjum Drottinn þegar við ávarpum frelsarann, að þá er það ekki nema einni ástæðu að hann er okkar Drottinn. En það kallar alltaf á líka þá hugsun: er Kristur minn Drottinn? Drottnar hann, ræður hann í mínu lífi? Er hann raunverulega minn leiðtogi og líf og leiðarljós? Það kallar á maður alltaf að fara dýpra í það. Og næst, Jesús, hvað merkir orðið Jesús? Jeshua, Jeheshua, úr hebresku. Það merkir náttúrulega Guð frelsar, Guð bjargar. Trúi ég því að hann sé Guðs björgun, Guðs frelsun? Kem ég til móts við hann í bæninni að ég trúi því og vil taka við því? Kristos, Messias, er hinn smurði sem var nafni sem að Hebrearnir notuðu konunga sína. Menn voru gerðir konungar með smurningu olíu og fyrirbæn. Það þýðir hinn smurði, hinn fyrirheiti konungur. Það er í raun og veru þegar við segjum að Jesús Kristur, þá erum við að játa að hann sé bjargvætturinn mikli sem fyrirheit spánumannanna hljóðuðu að hann sé raunverulega Guðs björgun komin til okkar. Og Guðs sonur, hvað merkir það? Það merkir að tengsl Jesú Krist við skapara himins og jarðar eru einstök, því hann er nefndur sonur Guðs umfram alla aðra menn, samanber orð hans: ég og Faðirinn erum eitt. En þá einingu megum við verða hlutakendur að í samfélagi Krists, og það er samofið loka takmarki lífs okkar eftir orðum 3. versins í 17. kaflanum. En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð, og þann sem þú sendir Jesú Krist. En hjálparinn andinn heilagi, sem Faðirinn mun sendi í mínu nafni, mun kenni þér allt og minna þér á allt sem ég hef sagt þér. Andinn heilagi birtir okkur Krist, og Kristur gefur okkur þekking á föðurnum, og í samfélagi hans fáum við eininguna við föðurinn í gegnum hann. Þetta er lokatakmarki manneskjunnar að hún verði sönn manneskja, samkvæmt kristinni helgunaguðfræði. Og þetta er í raun og veru fyrirheitið varanlegt bænalíf og Jesú bænina að biðja án afláts. Það þýðir í raun og veru að við erum byrjuð á eilífðinni. Að það er hér, við erum stöðugt frammi fyrir Guð, og við forgengileg erum orðin ílát óforgengileikans. Það er hugsunin, og það er ekki nein manipulasjón eða eitthvað í okkar valdi. Það er fyrst og fremst fyrir það að gangast Guði á hönd, og það snýst Jesú bæn. Frammi miskunn að þú oss, vertu með syndugu líksamur, minnir á að frammi fyrir Guði verður ekkert hulið. Sá sem í sannleika trúir þessu þjálfast í heiðarleika, er hann eða hún leitast við að vera frammi fyrir Guði öllum stundum. Og hjálp Guðs verður seint meðtekin ef við sjáum ekki að við þurfum á henni að halda, og eftir hans ráðsárlyktunum vilja, þá þurfum við á henni að halda. Og miskunnarbænin felur því í sér að við viðurkennum veruleikann eins og hann er, viðurkennum okkur eins og við erum, og verðum þá móttekkileg fyrir hjálpunni, fyrir björgunni. Þetta er leiðin til að vera sönn og heil. Ég er ekki þar með að halda því frekar en nokkur annar sem ég veit sem hefur fjallað Jesú bænana, að hún sé nauðsynleg og óhjákvæmileg öllum kristnumönnum. Ég held að margir hafi haft gagn af henni í þeirra trúarviðleitni, en menn geti svo sannarlega komist á leiðarendan sem Guð ætlar okkur öllum án hennar. En hún hefur verið mörgum hjálp, og hún hefur verið mér blessun og hjálp, og ég held hún geti líka hjálpað ykkur. Kanninni máli.